Sem stjórnandi þá legg ég áherslu á að hlusta á það sem fólk hefur fram að færa og reyna að skoða málin frá sem flestum hliðum. En þegar ég er búin að því að þá á ég tiltölulega auðvelt með að taka ákvörðun. Mér finnst mjög mikið atriði að vinna með fólki sem ég treysti og sem treystir mér. Þannig að gagnkvæmt traust finnst mér vera alveg lykilatriði í stjórnun og auðvitað öllu starfi. Ég er náttúrulega búin að vera stjórnandi í einhver 30 ár og auðvitað hefur margt breyst og upphaflega þá kannski var ég með einhvern einn eða 2 starfsmenn sem unnu fyrir mig og svo hefur þetta vaxið töluvert síðan þá. En ég held út af fyrir sig að ég hafi allavega ekki meðvitað breytt stíl. Eina sem ég hef gert meðvitað er að reyna að vera duglegri að deila verkum út á aðra. Því að mér hætti ofta til að gera allt sjálf. Já, ég hef náttúrulega borið gæfu til að vinna með afskaplega hæfu og góðu fólki og sem betur fer þá hefur gegnum tíðina oftast ríkt þetta gagnkvæma traust milli mín og bæði minna yfirmanna og minna undirmanna. Svo auðvitað skiptir miklu máli í annarsömu starfi að ég hef verið á því láni að fagna að vera mjög heilsuhraust og vinnusöm. Og ég hef gaman af að kynnast nýju fólki og nýjum stöðum, nýjum störfum. Þannig að ég hef náð að þróast mjög mikið í starfi og þótt ég sé búin að vera hjá sama fyrirtækinu og þannig að ekki skipta vinnu í meira en 30 ár að þá er ég auðvitað ekki að gera neitt í dag sem ég gerði fyrir 30 árum. Það má segja að mitt starfsvið hafi margoft tekið breytingum og ég gæti tínt til allavega einhverja 10 mismunandi titla sem ég hef borið hjá fyrirtækinu gegnum tíðina. Það hafa auðvitað orðið gífurlega breytingar á þessum 30 árum. Rekstur held ég orðið miklu faglegri heldur en hann var í gamla daga. Fleiri fyrirtæki og kannski flest fyrirtæki eru farin að gera formlegar rekstraráætlanir, markmiðsáætlanir og svo framvegis og ná þannig betri tökum á sínu rekstri og hvert þau eru að stefna. Og síðan er stærsta breytingin sú að það hafa orðið gífurlega tækniframfarir á þessum tíma. Þegar ég byrjaði að vinna hjá Pharmaco 1980 þá voru náttúrulega ekki til neinar tölvur í fyrirtækjum. Við vorum með fjölmenna söludeild sem satt og vélritaði reikninga. Og í sumum fyrirtækjum voru reikningar hreinlega handskrifaðir. Með tækniframförum, tölvum og svo auðvitað seinna internetinu og svo framvegis þá hefur auðvitað framleiðni aukist alveg gífurlega. Ég hef á tilfinningunni að rekstur í einkageiranum hafi tekið miklum framförum og sé orðinn faglegri en hann var, þá hef ég á tilfinningunni að í opinbera geiranum sé þetta ekki alveg eins miklar framfarir og að opinberi geirinn sitji svolítið eftir hvað þetta varðar. Og ég held að meðal annars stafar það af því að þegar þú þarft að hagræða og spara þá að mínu mati það vitlausasta sem þú gerir að fara í flatan niðurskurð. Það nánast aldrei það rétta í stöðunni. En það það sem að yfirvöld hafa allt of oft gert. Auðvitað hefur rekstrarumhverfið breyst gífurlega. Fyrstu áratugina kannski fór það alltaf batnandi. Síðan auðvitað lendum við í hruninu og það má segja að síðustu árin fyrir hrun þá bara gátum við allt. Það var ekkert sem var of stórt eða fjarlægt fyrir okkur, við bara gátum allt og þetta á ekki við bara mitt fyrirtæki heldur mörg önnur fyrirtæki á Íslandi. Síðan auðvitað kemur hrunið og þá auðvitað kemur í ljós að þetta var svona ákveðin blaðra sem hreinlega var stungið á og hún sprakk. Og í kjölfarið höfum við náttúrulega mátt búa við gjaldeyrishöft og miklu erfiðari rekstrarumhverfi. Það að mínu mati mjög brýnt að aflétta þessum gjaldeyrishöftum
sem allra fyrst og á ábyrgan hátt að sjálfsögðu, en að gefa líka, eða væri þetta að gefa einhverja áætlun hvenær þeim yrði þá aflétt. Ef við förum 30 ár aftur í tímann, þá var í raun miklu erfiðara að fá lán, þannig að fyrir ný eða nýleg fyrirtæki þá voru oft miklu fjárhagsörðugleikar sem að kannski hljómar út af fyrir sig kunnulega enn þann dag í dag. En það var í raun ekki fyrr en á þessari öld sem að lánsfjármagn fékkst auðveldlega í nánast hvaða verkefni sem Áður þurftiru að vinna miklu meira fyrir því að fá lán, samfæra fleiri og oft var það bara mjög erfitt. Þannig að þá kannski var meira að þú værir að fjármagna þig með hlutafé sem að kannski var jákvætt, af því þetta var þá ekki allt í skuld eins og varð síðar. En ég myndi nú alls ekki segja að við séum komin marga áratugi aftur í tímann eftir hrun, en vissulega hefur verið erfitt fyrir mörg fyrirtæki að fjármagna sig og auðvitað hafa mörg fyrirtæki hreinlega gefist upp og lagt upp laupana. En vonandi eru þá fyrirtækin sem eru enn á lífi í dag komin í gegnum þetta versta, þau eru komin í gegnum þá fjárhagslega endurskipulagningu flest og geta þá horft fram á veginn. Það má kannski segja að ég hef alltaf haft það motto að maður geti gert allt sem maður vill gera. Og ég hef þar af leiðandi alltaf, hvar sem ég hef starfað, þá hef ég reynt að beita mér fyrir því sem ég trúi að sé rétt leið fyrir fyrirtækið að fara. Og kannski þess vegna valdist ég tiltölulega fljótt til stjórnunarstarfa, þannig að ég hef verið í stjórnunarstöðu og haft möguleika á að hafa áhrif á stefnu fyrirtækisins í mjög langan tíma. Ég er svona tiltölulega jákvæð og vinnusöm og ég held að það hafi auðvitað hjálpað mér mikið líka. Og svo kannski hef ég þá einhverja stjórnunarhæfileika. En síðan hefur mér auðvitað tekist í gegnum tíðin og þennan langa tíma í lyfjaiðnaðinum að öðlast mikla og yfirgripsmikla þekkingu á þeim iðnaði, þannig að það er svo sem ekkert svo margt í þeim iðnaði sem ég veit ekki sem er vert að vita En hins vegar kannski ég ákveðið svona fagidiot og veit ekki svo mikið aðra geira. Ég hef starfað í lyfjageiranum þar sem ég er lyfjafræðingur og mennt og stefndi auðvitað af því að vinna í þeim geira. Ég hafði að vísu þegar ég var í námi mestan áhuga á að vinna á rannsóknastofu og sótti raunar vinnu hjá háskólanum á rannsóknastofu, fékk ekki þá vinnu og fékk kannski fyrir tilviljun vinnu í lyfjaiðnaðinum og þaðan hef ég bara ekki átt afturkvæmt. Og ég hef ekki haft áhuga á að skipta yfir í aðra geira því þetta er auðvitað iðnaður sem er í mjög mikilli og hraðri þróun og þannig að það hefur bara alltaf verið svo gaman að vinna í lyfjaiðnaðinum. Ég tel að lykillinn að farsæld Actavis sé frábært starfsfólk og sem hefur haft mikinn metnað til að ná góðum árangri, sýnt mikinn dugnað og framsýni. Og svo skiptir það auðvitað mjög miklu máli að okkur hefur tekist að hafa mjög góðan anda í fyrirtækinu. Það er gaman að vinna hjá Actavis, alltaf nóg að gera, alltaf eitthvað að gerast, alltaf einhverjar breytingar. Þetta held ég að skipti mjög miklu máli. Ég gerir nú ekki ráð fyrir að ég verði hérna eftir 10 ár. Ég er 63 ára síðan á mánudag og þannig að ég hugsa nú að ég fari nú að huga að því hvað og hverju að draga aðeins úr vinnu. Þannig að eftir 10 ár þá verði ég alveg klárlega ekki hérna. Þá held ég verði sest í Helganstein. Ef við lítum á einhverja svona
kannski hverjir eru stærstu áfangarnir í lífi, bæði fyrirtækisins og þá mín svona faglega séð, ef svo má segja, þá það sennilega þegar Delta og Pharmaco sameinast 2002, þá urðum við alþjóðlegt fyrirtæki með starfsemi í þó nokkuð mörgum löndum og ég settist þá strax í framkvæmdastjórn þess fyrirtækis. Nú síðan héldum við áfram að stækka. Það var kannski fyrir mig persónlega næsti stóri áfangi þegar ég tók við sem aðstoðarforstjóri Actavis Group, sem var þá komið með starfsemi í meira en 40 löndum. Þannig að þetta var náttúrulega stórt og mikið starf. Nú síðan hef ég verið að starfa líka töluvert með samtökum samheitalyfjaframleiðenda í Evrópu og verið þar í stjórn síðan 2006 og það var auðvitað stór stund og mikill heiður fyrir mig þegar ég var kosin forseti þeirra samtaka árið 2011. Nú síðan auðvitað hef ég haft líka mjög gaman af þessu starfi sem ég í dag, síðan 2010, að snúa mér aftur meira að Íslandi, þótt ég hafi ákveðnar skyldur erlendis líka, að þá hef ég svona, farið að kynna mér betur bara atvinnurekstur á Íslandi og farið að taka sæti í stjórnum eins og viðskiptaráðs og tekið þátt í starfsemi Samtaka atvinnulífsins og svo framvegis. Vinnutími minn á þessum 30 árum hefur breyst. Í upphafi þá var maður nú svolítið að vinna svona frá 9 til 5 og lét það nægja og ég náttúrulega með fjölskyldu og þurfti að sinna henni líka. Það hentaði ágætlega meðan synir mínir voru ungir að ég gæti nokkurn veginn stóla á það að vera komin heim klukkan 5. En svo fyrir svona 20 árum síðan, eiginlega þegar við hellum okkur í útflutning, þá eykst álagið töluvert og þá fer ég að vinna meira. Og það hefur nú svona haldist síðan þá, auk þess í svona starfi þá getur þetta aldrei verið neitt svona 9 til 5 eða 8 til 4 því að maður þarf að ferðast mikið og sækja fundi bæði hér heim og erlendis utan þess sem myndi kallast venjulegur vinnutími. Þannig að þetta svona maður tekur að sér eitthvað starf og maður verður að sinna því þegar starfið kallar. Þar sem að ég hef verið svona lengi í annasömu starfi, þá hef ég í raun lagt alla áherslu á það að þegar ég ekki í vinnunni, þá ég með fjölskyldunni og eyði tímanum með minni fjölskyldu. Ég gift og á 2 uppkomna syni og við hjónin reynum að vera mikið saman þegar við erum ekki að vinna og stundum golf í einhverju mæli, förumst einhver sinnum í veiði, ferðumst töluvert saman, bæði hér heima og erlendis. Og svona kannski það áhugamál sem ég sinni mest utan vinnunnar, það matargerð. Ég hef mikinn áhuga á því að elda góðan mat og hef gaman af að gefa minni fjölskyldu gott að borða og meðan aðrir lesa skáldsögur þá les ég kokkabækur. Og ég get ekki sagt að það sé einhverjar konur sem hafi hvatt mig sérstaklega. Þetta mjög svona karllægur iðnaður, eins og flestir aðrir. Og ekki mjög mikið af konum sem hafa náð langt þó að sé þetta aðeins að batna og sé mun betra hjá Actavis en flestum öðrum fyrirtækjum. Það auðvitað Vigdís Finnbogadóttir sem maður hefur alla tíð litið upp til og borið ómælda virðingu fyrir og það ger ég enn í dag. Hún reyndar kenndi mér í menntaskóla, þannig að ég kynntist henni örlítið áður en hún varð forseti og síðan kynntist ég henni örlítið líka meðan hún var forseti og við hittumst alltaf öðru hvoru síðan og þetta alveg stórkostleg kona og
og held ég besta fyrirmynd sem íslenskar konur hafa nokkurn tímann eignast.